Velkomin í hlaðvarp Almenna lífeyrissjóðsins. Í þessum þætti ætlum við að fjalla þær spurningar sem að berast sjónum þessa dagana, hvort þær hafa eitthvað breyst á síðustu áratugum og hvort að aðrar spurningar myndu eftir nýtast sjóðfélögum betur. Ég heiti Halldór Backman og kynningarstjóri Almenna, en við Brynja Margrét Kennesteð og Þórhildur Stefánsdóttir, reyndustu ráðgjafar sjóðsins, ætlum að skoða þetta í sameiningu. Þið erum búin að vera lengi í bransanum, en ekki, Stefur? Jú, við erum búin að vera lengi. Við byrjuðum eiginlega á sama tíma, þannig að við erum búin að vera í 21 ár, Þórhildur, eða 22? 22. Við byrjum á voru 99. Já. Þannig að er það ekki að vera 22 ár? Það er að verða 22 ár. Þetta er ótrúlegt. Það er ótrúlegt hvað tíminn líður. Sem byrja ég hausti á eftir Brynju. Já, ok. Þannig að hún er með aðeins smá forskot á mig. Örlítið verið reynslu. Já. Þannig að þau eru hoknar reynslu í þessu. Já, við erum alltaf samt beinar í bakinu. Alltaf samt beinar í baki, já. Berið hana vel. Já. Herðu, sko, ekki bara vinda okkur beint í þetta. Hvað er svona algengasta spurningin sem við erum að fá? Í dag kannski finnst mér, við erum mjög margir að spyrja ekki fyrstu kaup heldur, en hvort það viðbótilegs bara sé að opna. Ok. Og finnst þið það ekki líka, Brynja? Jú, það er mjög mikið spurt það. Margir að spá í það og hvort það sé að opna. En þetta er ekki orðið á lögum í dag, eins og dagurinn í dag sem við erum að tala, sem er 19. apríl, og ég var að kíkja á frumvarpið og það er svo að sé ekki að skila inn umsögnum á næsta mánudag. Þannig að ég veit ekki hvort þetta er næst fyrir þessi mánaðamóti eða næstu mánaðamótum þegar þetta verður á lögum. Síðan fólk varðandi það líka, þá spyr fólk hversu mikið laust og þess aftur, en við getum ekki svarað því nákvæmlega að finna frumvarpið er bara komið. Já. Og mjög margir hjá okkur eru bara að greiða skylduiðgjöld, eru ekki með viðbótarlífeyrissparnað. Það má ekki fara að taka þennan sparnað út. Þannig að það er smá misskilningur í því. Já, það kannski væri nær að fólk myndi spyrja hvort að það eigi eitthvað laust. Já, það er alveg sem spyrjum það. Alveg fólk að alveg að spyrjum það. Og kannski til sem minna á þegar þetta var opnað í fyrra, að þá sýndum við inn á sjóðfélagavefnum okkar hvað var mikið laust, þegar það var augljóst, og fólk sóttu úttekt í gegnum sjóðfélagavefnum. Já. Það var heilmikil fjölgun á heimsóknum heimasíðuna og á sjóðfélagavefinn þegar losnaði fyrra, þannig að það mála búist að það hefði aftur núna. Já. Það er náttúrulega í fyrra var svo margt í gangi. Það var allt í einu að lækka vextir og við erum með leiðsögumenn í þessum lífeyrissjóði, þannig að þeirra launagreiðendur voru allt í einu bara með, það var ekkert í gangi hjá þeim, þannig að það var svo margt, það var alveg brjálað að gera hjá okkur í apríl í fyrra. Það er punktum hjá okkur með vexti á lánum. Það er mikið verið að spyrja það og spá spökulega hvaða vextirnir eru, hvort þau séu að lækka eða hækka. Það er ekki rétt sem er. Fólk er kannski mikið að pæla í hvernig lán það að taka og vill nýta sér hvort það að fara í óverðtryggt eða verðtryggt, og við erum mjög erfitt með að segja til hvort að vexti sé að fara að hækka núna eða næsta mánuð eða eftir 2 ár eitthvað svoleiðis. Þannig að þú þarf kannski helst að vera að hugsa það hvernig greiðslubyrðin er á láninu, hvernig þú getur verið að borga láninu og vera tilbúin fyrir það ef að vextir hækka, hvaða áhrif það hefur á láni hjá þér. Þannig að vextin í okkur til dæmis fastur til 3 ára í senn, þannig að það skiptir máli kannski átti sá því að eftir 3 ár ef vextir hækka verða 1% hærri, hvað því það í greiðslubyrði muni hafa þolað þær sveiflur og svo framvegis. Þannig að það eru sveiflur, maður þarf að gera á fyrir það séu sveiflur þegar maður er með breytilega vexti. Mjög margir að hugsa þetta óverðtryggt, verðtryggt í dag. Já, og það er væntanlega bara verið að spá í þá í greiðslubyrðina hver hún er. Þeir sem eru að fara í verðtryggt eru
kannski vilja fá lægri greiðslubyrði af því að verðtryggðu vextinir sem eru fastir til 3 ára eru núna 1,25%. Þannig að það þeir sem velja það, en hinir sem eru meira að hugsa kannski eignamyndunina vilja þá fara í óverðtryggt. Er algengt að fólk sé að spá í eignamyndun og kannski hugsa þegar ég ætti að vinna þá ætla ég að vera búin að borga lánið upp. Er algengt að fólk sé þar í pælingum? Já, ég myndi alveg segja það. Og fólk mjög margir að nýta sér það að láta viðbótarlífeyrissparnað fara inn á lán. Þannig að það fylgist mjög grannt það ekki örugglega viðbótarsparnað fyrir lán vilja sjá skuldina sína lækka og eignamyndin verði hærri. Og ég held bara eins og akkurat í dag sem ég búin að fá bara akkurat 2 símtöl núna í morgun og fólk bara spyrja akkur ekki viðbótarsparnað fara inn á láni hjá sér. Þannig að fólk mjög meðvitað finnst mér þetta eða margir. Já, og það líka margir að greiða þar og auka greiðslur inn á láni. Bara sjálft, ekki með viðbótarlífeyrissparnað. Já, hraða niður. Það bara mjög. Þegar við byrjuðum í þessu, ég og Þórhildur, fyrir þarna 21 ári eða 22 árum síðan, þá var enginn að greiða aukagreiðslur inn á lán. Það bara tíðkaðist ekki. En í dag þetta orðið mjög algengt. Finnst ykkur þá að hafa breyst viðhorf fólks til lána? Ég meina, fólk bara ekki að íta þetta sem bara ég ætla að hafa þetta eins langt og ég mögulega get og borga eins lítið og mögulega get. Og yfir í það að fólk sé bara að hugsa þetta meira til þess að ná að borga niður lánið til þess að geta hægt að vinna með þægilegan lánalaus. Já, í raun og veru það, en við sjáum líka bara ungt fólk sem kannski bara rétt undir 30 og það samt að borga aukagreiðslur ef það getur. En hins vegar á þessum aldri, þú kannski á bilinu 30 til 45 eða 25 til 45-50, þá náttúrulega með rosalega þunga greiðslubyrði að því þú með börn, flestir. Og það vita allir að það kostar að reka fjölskyldu. Þannig að það kannski ekki alveg tíminn sem að næra að greiða mikið aukalega inn á lán. En leið og börnin fara, þá náttúrulega fólk oft með töluvert af auka fjármunum og fólk að nota það til að greiða inn á höfuðstóli. Eitt punktur líka viðbót með ávöxtunarleið. Það alltaf algengt að vera að spyrja ávöxtunarleiðina hjá okkur. Já, mjög margir að pæla í, mjög margir í svo kallar ævileið hjá okkur, þannig að flysta á milli safn eftir aldri og finnst það bara þægileg leið, þannig að þá sé bara verið að draga úr ávöxtu eftir því sem dregur starfslokum alltaf að fara að nota sparnaðinn. Við höfum verið að ráðleggja þeim sem verið að spara fyrir fyrstu fasteign að velja ávöxtunarleiðir þar sem eru litlar sveiflur og höfum verið til dæmis benda á safn sem heitir húsnæðissafn. Það samt alltaf einhverjir sem eru mjög virkir og vilja vera fjárfest í þessu safni í dag, næsta kannski eftir hálfu ári og skoða markaðinn. En svona almennt myndi ég segja að flestir að fylgja þessar línu og þannig í einhverju línu hjá okkur og að horfa til þess. Já, það bara til og með í ævileiðinni sem að flysta á milli? Já, eða sumir hafa lent í bara safni þegar kom inn í sjóðinn og það var eitt safn, ævisafn 2 eða tæknifræðingarnir voru í safni sem fóru yfir ævisafn 2 og þeir hafa kannski ekki gert neitt og alltaf í sama safninu. Þannig að við viljum líka að fólk kíki kannski á því í hvað safnið að gera og hvort að það henta því. Og það líka núna eins og í ævisafni 2 sem margir í sem eru komnir yfir 60 eða yfir 70 og ætti að vera farnir í ævisafn 3 samkvæmt ævileiðinni, en það búið að vera mjög góð ávöxtun í 11 ár í ævisafni 2 og fólk ekkert þó sem að ráðleggja því að fara kannski að byrja að flytja sig í ævisafn 3, þá mjög margir ekki tilbúnir í það vegna þess að þeir horfa bara ávöxtun síðustu ára og mjög sáttir við það, en þetta getur breyst mjög fljótt, þannig að það
mikilvægt að vera meðvitaður þetta. Ef þú ert í safni sem með meira vægi hlutabréfa, þá geta sveiflur gerst hratt. Það spurt alltaf mikið skattþrep og í hvað skattþrep úttektin fer og svo framvegis. Það ekki rétt? Jú, þetta orðið svolítið flókið þegar orðið þessi 3 skattþrep og fólk að fá kannski greiðslur frá mörgum aðilum, þannig að þeir sem eru komnir á lífeyrir, að þeir eru kannski að fá lífeyri frá 3 sjóðum og þurfa að passa sig að það sé verið að draga rétt þrep af sér og vera líka nýta bara skattkortið á einn stað. Þannig að núna er ekki lengur þessi pappís skattkort, heldur ber fólk sjálf ábyrgð á því að láta vita hvar á að nýta persónuafsláttinn. Skatturinn með eitthvað eftirlit og hann pikkar í fólk að þessi ofnýta, en það getur sem þið tekið svolítið tíma að átta sig að þannig að það mjög mikilvægt að fólk að fara þessi yfir þetta og horfi hvort það sé ekki verið að draga rétt af sér. Og það er líka hægt að skoða inn á sínu síðu hjá skattinu og hvernig staðan á persónuafslætti og slíku. Og síðan líka þegar fólk er að taka út séreignarsparnaðinn hjá sér, að þá það ofta að draga útgreiðslur á einhver tíma, kannski verið ekki að taka út 2 milljónir kannski einu, að því að þá lendir þetta mestpart í efsta skattþrepi og frekar verið kannski að draga þetta á einhverja mánuði þannig að þetta getur farið í lægra skattþrep. En reyndar ef að tekur út einu lagi þessi 2 milljónir og það tekið nóg mikið skattur á þér og þetta er gert upp á næsta ári þegar skatturinn gerður upp, að þá fær maður endurgreitt ef maður ofgreiddi í skatta. En svona flestir eru oftast taka reglulega bara út úr séreignarsjóðnum. Já, stilla bara úttektina þannig að það sé að greiða lægri skatta eða fari eins lágt skattþrep og mögulegt er. Já. Svo er líka bara mjög margir sem passa upp á inneignin sín og vilja láta hana endast. Þessi koma upp ykkur atriði að fólk bara vantar pening og þarf að gera þetta í einu lagi og þá gerist hitt eða greiða of mikla skatta. Hefur þú einhverju við þetta bæta, Brynja? Nei, hún bara með þetta allt, hún Þórhildur sko. Vann líka hjá skattinum, þannig að hún er með Sérstaka innherja upplýsingar skattinum. Það er kannski svolítið gamlar en alltaf smá áhugamál skatta. Já, það er ekkert voðalega algengt áhugamál, Þórhildur. Nei. Já, eitthvað spurt samspil Tryggingastofnunar og lífeyrisgreiðslna, ekki? Jú, það er mjög mikið oft spurt það og eins og staðan er núna, þetta náttúrulega, kerfið bara síbreytilegt, þannig að það kannski erfitt að ráðleggja, þú ráðleggur bara eins og staðan í dag, en þetta getur breyst bara, Alþingi getur breytt þessu hvenær sem þannig að eins og staðan í dag, eins og fyrir þá sem að fara á eftirlaun, þá séreignarsjóðurinn til dæmis ekki mikið að skerða, ekki nema fólk sem mjög lágar greiðslur, en flestir eru ekki að lenda í því að séreignarsjóðurinn skerði greiðslur. Það er helst öryrkjar sem geta lent í því að séreignarsjóðurinn getur skert sem ekki minni réttindi frá einhverjum öðrum lífeyrissjóðum. Það getur takað fram kannski að þetta ekki ákvörðun lífeyrissjóðuna að það skerði greiðslur frá Tryggingastofnun. Þetta eru yfirvöld sem ákveða hverju sinni hvernig þessu háttað. Já, það líka fín reiknivél á tr.is sem einstaklingar geta bara sett inn sína forsendur og séð hvernig dæmi lítið út, til dæmis sem þú veist að ætla þeir að taka eitthvað út úr séreignarsjóðnum eða þá getur séð það bara þar miðað við þínar forsendur. Síðan held ég líka bara í framtíðinni þegar ég fer á eftirlaun þá held ég mun aldrei fá neitt frá Tryggingastofnun. Þannig að þetta búin að vera svolítið svona kannski kynslóðafærsla. Þannig að ég ein af þeim sem að borga allt í lífeyrissjóð á öllum launum. Þannig að líklegast þá mun ég ekki fá neitt frá Tryggingastofnun þegar að ég kemur og ég orðin fyrir á eftirlaun.
ekki þarna ákveðið kynslóðabil sem að er til staðar, það að segja að fólk sem að er að fara á eftirlaun núna, það borgaði kannski ekkert mjög lengi í lífeyrissjóð því að lífeyrissjóðin eru ekki það gamlir. Ég held samt að sú Það að koma núna. hefur eiginlega borgað mesta alla ævi í lífeyrissjóð, en kannski ekki af öllum launum. Já. Þannig að lífeyrissjóðin er að byrja um 68, 67 eitthvað svoleiðis. Og það kemur ykkur áfengu sem þú borga öllu launum, síðan verður spilur verðtryggingin kemur um 1980, en þeir sem eru núna 67 ára, þannig bara sama aldur eins og foreldrar mínir eru, þannig að þeir eru koma út af vinnumarkaðinu kannski 74, 75 eða eitthvað svoleiðis, þannig að þetta er fólk sem hefur alla ævi verið að borga í lífeyrissjóð sem hafa verið út á vinnumarkaðinu. Já. Og að fá þá þar af leiðandi bara litlar greiðslur frá Tryggingastofnun. Já. Og það hefur náttúrulega verið svolítið í umræðinu, sá hópur ekki sáttur við að fá svona lágar tekjur frá Tryggingastofnun, en kannski gleyma þeir því að Tryggingastofnun eru bara við og þetta eru skattanir sem við þurfum að greiða. Þannig að ef Tryggingastofnun væri að greiða hærri lífeyri, þá náttúrulega þyrfti bara hærri skatta. Hvað með Fríða? Ég ætla bara líka að bæta við að það er líka það er að horfa í framtíðinu velta færri vinnandi menn fyrir hvern lífeyrisþega. Þannig ég held að skipti mjög máli fyrir ungt fólk að vera meðvituð það, hvað réttindi eru á þessi lífeyrissjóðum, hvernig þeir að spara með viðbótarlífeyrissparnaðinn, bara hvernig staðan verður eftirlaun, og held að maður verður að vera mjög sjálfur meðvitaður þetta og passa upp á sín mál. Hvað með því fyrstu fasteign? Er mikið spurt það? Hversu mikið fólk á til útborgun í fyrstu fasteignum? Þetta fer alltaf svo mikið rafrænt, þannig að missa hvað maður hittir alla eða heyrir öllum sem eru að sækja þetta, en þetta það er þó nokkuð fólki sem er að nýta sér þetta og er að spara á fullu til að hjálpa sér til að komast út á vinnumarkaðinn, og við höfum verið að ráðleggja ungu fólki að nýta sér þetta er skattfrjáls sparnaður, þannig að þetta er eitthvað 10 ára tímabil sem hægt er að nýta, þannig að maður kannski spara ykkur 3 ár og þannig að getur tekið út eftir ákveðnum reglum sparnað og síðan næstu 7 árin vera að greiða inn á lán. Þannig að ég hef aðeins heyrt í kringum mig vinkonur minna verið að kaupa fyrstu fasteign og verið að nýta sér þetta, og þetta hjálpa mjög mikið fyrir þennan hóp. En ég veit ekki alveg hversu útbreitt þetta er, og ég held að mættu örugglega vera fleiri að nýta sér þetta, og ég held að sumir lenda líka í því að þeir að skipta vinnu og kannski gleyma að láta nýja vinnuveitandann vera að draga af sér í viðbótarsparnað. Já, þá það. Já, síðan líka annað sem við höfum aðeins lent í, að fólk kannar ekki hjá okkur áður en það gerir tilboð í íbúð hvort það sé einhver viðbótarlífeyrissparnaður laus, en þá eru þeir einstaklingar kannski ekki með viðbótarlífeyrissparnað en sjá séreignarsjóð hjá okkur sem er hluti af skylduiðgjaldinu og gera ráð fyrir að þau geti tekið út þennan séreignarsjóð við fyrstu kaup. En síðan er lögin eins og þau eru í dag hafa ekki heimilað það. Þannig að einstaklingar hafa lent í því að vera búin að gera ráð fyrir þessu sem útborgun, og síðan er þetta bara ekkert laust. Þannig að það er mjög mikilvægt að hafa samband ef þú ert að nota þessa fjármuni sem útborgun í íbúð, að vita hvort þetta sé viðbótarlífeyrissparnaður og séreignarsjóður þannig eða séreign sem hefur orðið til að skylduiðgjalda. Það er mjög góð punktur. Það er einmitt. Þá verðum við kannski líka svolítið komin á hina liðin. Við erum búin að fara í þær spurningar sem eru algengar, en kannski við höfum að taka fyrir hvaða spurningar ætti kannski frekar spyrja. Hvað dettur ykkur fyrst í hug varðandi það? Já, ég veit það ekki alveg. Þetta er eina af þeim spurningum. Það sem er líka kannski mikilvægt ef við tölum bara unga fólki sem er að fara út af vinnumarkað, að fyrstu 3 árin sem þú ert að byrja að greiða í lífeyrissjóð, þá ertu með mjög litla tryggingavernd gagnvart örorku.
Og þá kannski mikilvægt að kaupa sér aðrar tryggingar til að ef svo óheppilega vildi til að þú yrðir óvunnfær á þessu tímabili. Og þetta vita mjög fáir. Það engin eiginlega sem segir þið frá þessu. Af því að gera náttúrulega allir ráð fyrir þegar maður ungur að það kom ekkert fyrir maður verði alltaf hraustur. Algjörlega ósýrandi. Og það líka eins og inn á síðunni inn á sjóðfélagavefnum hjá okkur, þá erum við okkur að sýna hversu réttindi til örorkulífeyris hjá okkur og líka upplýsingar varðandi með ef að fellur frá hverjir þá réttindi til maka og barna. Þannig að það kannski eitt af líka sem fólk ætti líka að passa að fylgjast með og kannski spyr ekki oftar og bara hver staða fjölskyldunar ef maður fellur frá og hvað gerist með séreignarsjóðinn og allt svo framvegis sko. Þannig að það til dæmis ekkert allir sem áttu sig á því að við fráfalla þá séreignarsjóðurinn til skylduerfingja og þannig að til þess að maki erfi séreignina þá þarf að vera, fólki þarf þá að vera gift. Þannig að ef fólk gift þá fer 2/3 af séreigninni til maka og 1/3 skiptist til barna. Þannig að þegar sambýlisfólk það ekki að erfa séreignarsjóðinn hjá hvort öðrum. Þannig að ágætt að hafa það líka á bakvið eyrað. Þarf að vera gifting. Já. Sem þetta staðar, já. Í punktaði líka hjá mér að fólk þurfti aðeins að kíkja á hvaða eftirlaunum það á von á, hvort það eigi, hvernig staðan svona almennt. Það ekki eitthvað Jú, það bara mjög mikilvægt að vita hvert stefnir af því að það líka alltaf auðveldara eftir því sem þú hefur lengri tíma að bæta upp eftirlaunin með annarkvort viðbótarlífeyrissparnaði eða öðrum sparnaði. Þannig að það ef þú byrjar bara að spá í þetta við 60 ára aldur, þá orðið svo stuttur tími til að bæta í sparnaði. Þannig að það bara mikilvægt, kannski á 5 ára fresti, eitthvað svoleiðis, að það hægt að bóka tíma eins og hjá okkur í ráðgjöf og þú getur líka notað sjóðsfélagavefinn sem mjög fín til að sjá hvert stefnir og bara strax frá upphafi, leið þú byrjar að vinna og kíkta á þetta kannski á 5 ára fresti. Ég held að það sé mjög góð regla. Sjóðfélagavefurinn nefnilega alveg upplagður til þess að kíkja á þetta. Já. Og sjá þessu. Það fullt af reiknivélum og grafískum upplýsingum, þannig að það svona ágætt að átta sig á því þar. Og maður sér líka inn á vefnum, sjóðfélagavefnum hver réttindi maður sér í öðrum sjóðum. Já. Þannig að ef þú verður að borga í samtryggingarsjóðinn hjá okkur og þá sérðu bara hvernig staðan heldur áfram að greiða með þessum hætti og þú getur þá bætt inn í reiknivélina réttindin í öðrum lífeyrissjóðum. Já, það aðspennir við alveg briljant að taka það með í reikningin, hvað ég að fá frá almenna og eins bara hvað ég að fá frá öðrum sjóðum og þá bara færðu heildarmyndina bara í einu grafi sko. Já, einmitt. Það mjög flott. Hvert sjóðfélag til þess að kíkja á það. Það kannski eitt varðandi lánin að við lánum þá eins og lánareglunum í dag að 70% af kaupverði eða fasteignamati. Við erum ekki að nýta okkur verðmat frá fasteignasölum. Það ekki hægt að endurfjármagna þannig. Já. Það stundum svolítið spurt það. Kannski bara að fólk kannski bara á mínum aldri og Brynju aldri að fara að skoða bara hvernig réttindin eru. Því oft kannski fólk helst að hafa samband þegar hann að fara á eftirlaun og kannski fara svolítið seint af stað og þá nýta þessar leiðir sem voru kannski að nefna á það. Já, við erum nefnilega ennþá svo ungar að við höfum. Og síðan kannski þeir að fara að taka lán. Já, þið eru alltaf svo ungar ennþá. Já, við erum svo ungar að við höfum alveg tíman fyrir okkur ennþá. Já, ég held að sé alveg vel flesti sem hugsaði þannig þangað til kortir í eftirlaun. Þangað til þú ert allt í einu bara komin á eftirlaun bara. Hvert fór tíminn? Ég að fatta það eru núna 13 ári, ég verði 60. Mér finnst það bara, hvernig geta verið? Já. Þetta líður rætt. Það má bara ánægja að maður getur lifið svona góðu lífi. Já. Og fengi hvert ár. Það bara, það alveg eftir að vera þakklátur fyrir það. Ég held að
nema að hafi einhverju við þetta bæta þá heldur við segjum þetta bara gott í þessum þætti og takk ykkur fyrir samveruna Brynja og Þórildur. Við bara Já, heyrjumst og sjáumst næst. já, takk fyrir. Takk. Takk, já, bless.